Samsteypustjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks undir forsæti Davíðs Oddssonar tók við völdum í dag. 10 ráðherrar eiga sæti í nýju ríkisstjórninni, einum færri en í fráfarandi samsteypustjórn Steingríms Hermannssonar. Formaður BHMR segist hafa fulla ástæðu til þess að ætla nýja ríkisstjórnin komi til móts við kröfur þess og ætlar að óska eftir fundi með fjármálaráðherra í næstu viku. Henning Kristoffersen, varaforseti framkvæmdastjórnar Evrópubandalagsins, telur að Íslendingar og Norðmenn sækjum inngöngu í EB fyrir árslok. Mesti hvirfilbylur í 2 áratugi gekk yfir Bangladesh í gær og óttast að þúsundir hafi farist og milljónir mist heimili sín. Meira en 100 manns létust og 250 slösuðust í jarðskjálftunum sem riði við Sovjetlýðveldi Georgíu í gær. Formaður Náttúruverndarráðs segir fráleitt að virkja í Vatnsfirði eins og orkubússtjóri Vestfjarða hefur hug á. Gott kvöld. Ný ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks undir forsæti Davíðs Oddssonar tók við völdum í dag. Ingimar. Þessi ríkisstjórn mynduð á skemmri tíma en nokkur önnur í sögu lýðveldisins eða á rúmum 3 sólarhringum. Með myndun hennar rofin því sem næst óslitin stjórnarseta framsóknarmanna í áratugi. Og leiðir af flokkana, það Alþýðuflokks og Alþýðubandalags, skilja á ný eftir 2 ára samvinnu sem í upphafi var talin vísbending sögulega sættir þessara 2 flokka. Með ríkisstjórninni nú hafið á ný samstarf þeirra flokka sem fóru ósliti með völd hér á landi í 12 ár í nafni Viðreisnar. Sú stjórn misti meiri hluta í þingkosningunum 1971. Æðstu valdastofnanir Sjálfstæðis og Alþýðuflokks á milli landsfunda samþykktu stjórnarsamstarfið og stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í gærkvöldi og í nótt. Flokksráð Sjálfstæðisflokks á rúmlega hálftíma fundi í gærkvöldi og flokkstjórn Alþýðuflokks á fundi sem stóð fram á nótt. Það dróst fram eftir kvöldi að sá fundur hæfist vegna þess að tekist var á hverjir yrðu ráðherrar flokksins á þingflokksfundi fyrr kvöldið. Jón Baldvin Hannibalsson gerði í upphafi þess fundar tillögu sem fól í sér að Karl Steinar Guðnason yrði félagsmálaráðherra og tæki við því embætti af Jóhönnu Sigurðardóttur sem tæki við heilbrigðisráðuneytinu. Jóhanna aftók hins vegar með öllu að láta af embætti félagsmálaráðherra og í framhaldinu lagði Jón Baldvin til þann ráðherralista sem var samþykktur. Það að hann yrði áfram utanríkisráðherra, Jón Sigurðsson, viðskipta- og iðnaðarráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra, Eiður Guðnason, umhverfisráðherra og Sighvatur Björgvinsson, heilbrigðisráðherra. Vegna þessa reiptogs dróst í nokkuð tíma að flokkstjórnarfundurinn hæfist og það gustaði af félagsmálaráðherra þegar hún mætti á fundinn. Jóhanna, ert þú sátt við þennan málefnasamning sem að fara að bera upp hér? Ég að fara að ræða flokkstjórnina, ekki blaðamenn. Fulltrúar á Reykjanesi og úr verkalýðsarmi flokksins þrýstu á að Karl Steinar yrði ráðherra og í þeim herbúðum gætir óánægju með þá niðurstöðu sem varð. Jón Baldvin virtist hins vegar ekki hafa miklar áhyggjur af þeirri óánægju fyrir flokkstjórnarfundinn í gærkvöldi. Jón, verður þetta langur fundur? Ég veit það nú ekki. Hann verður nú allavega þannig að eitthvað verður nú sagt. Reiknarðu með að þetta verði samþykkt hér eftir tiltölulega stuttar umræðu? Já, ég sé. Á þingflokksfundi Sjálfstæðismanna í morgun var svo ákveðið hverjir yrðu ráðherrar flokksins. Davíð Oddsson forsætisráðherra og hann fer einnig með mál Hagstofunnar. Friðrik Sófusson verður fjármálaráðherra, Þorsteinn Pálsson sjávarútvegs-, dóms- og kirkjumálaráðherra og Ólafur G. Einarsson menntamálaráðherra. Halldór Blöndal verður samgöngu- og landbúnaðarráðherra. Þessi tillaga var samþykkt með 22 atkvæðum, 2 þingmenn sátu hjá og 1 þingmaður var á móti. Það var svo hérna á 11. tímanum í morgun, nánar tiltekið 20 mínútur yfir 11 sem að forystumenn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks komu saman hér í Viðey og undirrituðu nýjan stjórnarsáttmála eða stefnuyfirlýsingu þessarar nýju ríkisstjórnar. Þar í 16 liðum 10 leiðir til að ná helstu markmiðum ríkisstjórnarinnar sem meðal annars að rjúfa kyrrstöðu og auka verðmætasköpun í atvinnulífi sem skili sér í bættum lífskjörum. Talað stöðuleika í efnahagslífi og sáttagjörð sanngjörn kjör. Einnig afnám einokunar og hafta í atvinnulífi og viðskiptum með aukinni samkeppni og löggjöf gegn einokun og hringamyndun. Meðal þeirra leiða sem 10 til dæmis auknar þjóðartekjur skili sér í bættum lífskjörum með aðgerðum í skatta- og félagsmálum, mótun sjávarútvegsstefnu sem nái jafn til veiða og vinnslu, hamli gegn ofveiði, efli fiskmarkaði, treysti byggð og stuðli að hagræðingu. Jafnframt verði tryggð í stjórnarskrá sameignar ákvæði laga stjórn fiskveiða. Þá verði mótuð landbúnaðarstefna sem hafið að leiðarljósi lægra verð til neytenda og bætta samkeppnisstöðu bænda og lægri ríkisútgjöld.
Þá á að ljúka samningum álver á Keilisnesi og áætlun frekari nýtingu orkulinda einnig til staðar. Kanna á möguleika á að tengja íslensku krónuna evrópska myntkerfinu og hefja sölu ríkisfyrirtækja, breyta þjónustustofnunum í sjálfstæðar stofnanir sem taki í auknu mæli gjald fyrir veitta þjónustu. Þá talað útboð ríkisverkefna að lækka skatta eftir að tekist hefur að hemja vöxt ríkisútgjalda umfram vöxt þjóðartekna. Einnig talað að samræma skattlagningu fyrirtækja því sem gerist með samkeppnisþjóðum og samræma skatta á eignir og tekjur af eignum. Einnig á að treysta sjálfseignarstefnu í húsnæðismálum og uppbyggingu félagslegra íbúða. Þá talað að festa húsbréfakerfið í sessi og styrkja fjárhagsstöðu opinberu byggingasjóðanna. Sameining sveitarfélaga á dagskrá og lækkun húshitunarkostnaðar þar sem hann hæstur. Einnig samræming lífeyrisréttinda fyrir alla landsmenn og talað að koma á valfrelsi í lífeyrismálum. Einnig nefna menn að draga þurfi úr miðstýringu í skólakerfinu. Endurskoðun kosningalöggjafar á dagskrá, samningar aðild Íslendinga af evrópsku efnahagssvæði og að Íslendingar verði á fordómalausan hátt þátttakendur í stjórnmálaþróun í Evrópu. Það talað að Íslendingar verði þátttakendur í varnarsamtakum vestrænna ríkja áfram og í varnarsamstarfi við Bandaríki Norður-Ameríku. Það sem vekur strax athygli við þetta plagg hversu stutt það aðeins tæpar 4 vélritaðar síður, en í lok stefnuyfirlýsingarinnar segir að ríkisstjórnin muni láta undirbúa starfsáætlun þar sem ítarleg grein verði gerð fyrir þeim verkefnum sem ríkisstjórnin ætti að ljúka á kjörtímabilinu. Sú starfsáætlun á að liggja fyrir Alþingi í haust. Hér hafið þið verið að undirrita nýjan stjórnarsáttmála. Menn spyrja sig, þetta ekki mjög viðamikið plagg, heldur þetta, Davíð? Já, þetta plagg þannig unnið að það heldur og til grundvallar þessu plaggi liggur mikil vinna og mörg grunnplögg, þó að þetta sé það sem flokkarnir hafa samþykkt formlega. Þá það okkur til stuðnings í samstarfinu að við höfum unnið og látið vinna mörg undirstöðuplögg sem að auðveldar okkur framhaldið. Já, sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna sem eitthvað róttækasta mannréttindaskjal í heimi ámótað lengd. Hún hefur haldið hingað til. Ég minni nú að það að ríkisstjórn sem mynduð 87 hafði mikinn og niðurnjörvaðan stjórnarsáttmála. Á því kjörtímabili sátu síðan 3 ríkisstjórnir, þannig að það segir nú ekki alla söguna. Úr Viðey lá leið formanns Alþýðuflokksins beint á síðasta ríkisstjórnarfund ríkisstjórnar Steingríms Hermannssonar á Bessastöðum. Strax að honum loknum var haldinn síðasti ríkisráðsfundur sömu stjórnar, en ekki var á fráfarandi forsætisráðherra að heyra að hann yrði verkefnalaus. Ég ætla að skreppa til Bandaríkjanna á morgun og taka við heiðursnafnbót frá Tækniháskóla Illinois og það ánægilegt og svo fæ ég nóg að gera. Framsóknarflokkurinn hefur verið nær samfellt í stjórn frá 1971 eða frá eru taldir nokkrir mánuðir í lok ársins 1979 og fram á ár 1980 þegar að minnihlutastjórn Alþýðuflokksins var við völd. Steingrímur sagði að þó svo framsóknarmenn væru óvanir því að vera í stjórnarandstöðu yrði hún ábyrg. Hann sagði að erfiðustu verkefni nýju stjórnarinnar yrðu kjaramál og ríkisfjármál en hann vísaði því á bug að viðskilnaður sinna ríkisstjórnar í þeim efnum væri slæmur. Þennan ágreining sem hallan vil ég nú ekki segja mikið núna, ég hef ekki tíma til að kynna mér það. Þó vil ég segja það að mér finnst það afar undarleg bókhaldsregla að færa til útgjalda á liðnu ári skuldir sem eru yfir teknar, sem náttúrulega greiðast á fjölmörgum árum. Hallinn sýnist mér svona bara mjög fljótt á litið eitthvað 6-7 milljarðar og vitanlega þarf að draga úr honum, það rétt. Að lokum Steingrímur, eru einhver sárindi ennþá fyrir hendi eins og hjá ykkur þessari stjórn sem nú að fara frá? Það kom fram að þið hefðuð hugsanlega geta haldið þessu áfram, það hefði verið meirihluti fyrir því? Nei, ég skil ekki við stjórnarsamstarfi með neinum sárindum og þvert á móti þá vil ég þakka það sem að það hefur verið vel gert og ég tel að við höfum reist í verki viljans merki eins og sagt hefur verið og vona að þeir sem þar hafi starfað saman minnist þess ætíð þóttir deili á þingi. Ég neita því hins vegar ekki að ég talið og mér þykir það leitt að ekki var sest niður og reynt að skrifa nýjan stjórnarsáttmála milli þessara 3 félagshyggju sem hafa starfað saman og ég tel að það hefur verið unnt að ná slíkum sáttmála.
Að loknum þessum síðasta ríkisráðsfundi ríkisstjórnar Steingríms Hermannssonar snæddu ráðherrar stjórnarinnar og konur þeirra hádegisverð hér á Bessastöðum. Ný ríkisstjórn Davíðs Oddssonar kom svo hingað klukkan 2. Það má geta þess að þetta sennilega stysta ríkisstjórnarmyndun í sögu íslenska lýðveldisins. Davíð Oddsson fékk umboð til ríkisstjórnarmyndunar klukkan 6 á föstudags síðdegi og stjórnarsáttmáli þeirra forystumanna Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks var í Höfn klukkan 4 í gær, þannig að þetta eru tæpir 3 sólarhringar. Ráðherrar nýju ríkisstjórnarinnar eru einum færri en ráðherrar fráfarandi stjórnar. 6 þeirra hafa gegnt ráðherrastörfum fyrr, en 4 eru nýir í þessu embætti, en aðeins 1 þeirra er jafnframt nýgræðingur á þingi, það er forsætisráðherrann. Fyrsti fundur verður á 5. daginn kemur, eftir 2 daga frí á morgun, 1. maí. Og þá er ekki vafi á því, þó að það hefur ekki verið rætt ennþá, að fyrst munum menn fara yfir stöðu ríkisfjármála, það er ekki vafi. Men það liggur fyrir að menn þurfa að bretta þar upp ermar. Vaxtahækkun, er hún á dagskrá? Er hún ekki óumflýjanleg? Já, í raun tel ég að vextir hafi þegar hækkað þó það hafi verið falið. Það felst í því að ríkisskuldabréf hafi legið óseld, menn hafi ekki viljað hækka vextina upp í þá stöðu sem þeir í rauninni eru. Ég býst við því að það muni gerast, að vextirnir muni fara í það sem þeir eru þegar þessi stjórn fer frá. En síðan, eftir að ríkisútgjöldum verður mætt, þar sem þau verða lækkuð, þá ætti vextir að ganga niður á nýjan leik. Hvenær séu þið fyrir að það geti orðið? Ja, þetta er mikil spenna í þjóðfélaginu, það er gríðarlega búið að taka mikið af lánsfé almennings yfir til ríkisins. Það þrýstir vöxtunum gríðarlega mikið upp, þannig að þetta tekur tíma. Á að bjarga því með erlendum lánum? Þetta verður ekkert verið rætt ennþá, ég tel nú vallegast, þó ég hef verið forsætisráðherra núna í korter, það segi ekki of mikið, og ræða við mína samráðherra. Ríkisstjórnin sem heild verður að vera samstíga í því sem við gera. Farkostur utanríkisráðherra vakti mikla kátínu þegar að haldið var frá Bessastöðum, en eftir ríkisráðsfundinn héldu nýbakaðir ráðherrar í ráðuneyti sín og tóku við lyklavöldum. Á tröppum forsætisráðuneytisins tók ráðuneytisstjórinn á móti Davíð Oddsssyni sem síðan tók við lyklavöldum þar af Steingrími Hermannssyni. Þú ert að förum til útlanda í? Já, ég er að fara á morgun. Heitir það doktor Steingrímur eftir tíma? Nei, þeir eru þessi verkfræðiskóla fyrir vestan, veit ekki doktor. Já, það er svolítið, já. En einhver heiður Jæja, vinur. Þarna ertu. Sagði Friðrik Sófusson þegar hann tók við af Ólafi Ragnari Grímssyni í fjármálaráðuneytinu. Þetta er eitt erfiðasta starf sem að hægt er að velja sér. Ég hef stundum sagt að þetta sé svona jafnbrautastöðin í íslensku valdakerfi. Ég vona að hafa góða heilsu. Stjórnarandstaðan, hún hófst í dag, þannig að það tekur ekki við neinn hvíld hjá mér. Heldur held ég beint niður á Austurvöll þar sem stjórnarandstaðan hefst. Hvernig líst þér á þessa nýju ríkisstjórn sem tók við völdum í dag? Mér finnst nú samt að segja mjög furðuleg. Ég las þennan málefnasamning og það er ekkert í honum. Alþýðuflokkurinn sagðist fá sínum málum betur framgengt í samvinnu við Sjálfstæðisflokkinn og það er ekkert af slíkum málum í þessum texta. Ég leitaði, það er ekkert í sjávarútvegsmálunum, ekkert í landbúnaðarmálunum, ekkert í ríkisfjármálunum, ekkert í félagsmálunum. Og enn meira undrandi var ég þegar ég heyrði ráðuneytaskiptingu. Vegna þess að Alþýðuflokkurinn fékk heilbrigðis- og tryggingaráðuneytið og umhverfisráðuneytið. Heilbrigðis- og tryggingaráðuneytið hefði hann getað fengið í ríkisstjórn með okkur og Framsókn. Þannig að eina sem hann fær út úr þessum skiptum er jeppinn hans Júlíusar. Það er alveg greinilegt að það hafi ekki marga konur komið nálægt því að semja þennan stjórnarsáttmála. Þannig að ég kvíði fyrir og óttast það mjög að ef að ríkisstjórnin starfar samkvæmt þessu að þá séu ekki bjartir tímar framundar fyrir þá sem minna mega sín. En auðvitað verður maður að vona það besta þrátt fyrir að fyrstu skrefin séu ekki mjög, gefi ekki mikla von. Þorsteinn Pálsson kom í húsakynni sjávarútvegsráðuneytisins beint af fyrsta ríkisráðsfundi nýrrar ríkisstjórnar. Fráfarandi sjávarútvegsráðherra Halldór Ásgrímsson stóð þar stutt við eftir að Þorsteinn kom inn fyrir þröskuldinn. Nýji sjávarútvegsráðherrann kveðst hafa fengið súran hval í morgunsárið en vildi þó ekki fullyrða að það væri boðberið þess að hvalveiðar hæfust að nýju. Veiðileyfagjald, kemur það með nýjum ráðherra eða hvað? Nei, það er ekki á dagskrá.
Skömmu síðar fór Þorsteinn Pálsson í gönguför til að taka við öðru ráðuneyti, dóms- og kirkjumálaráðuneyti. Það var stutt að fara fyrir hann rétt fyrir hornið. Sko það vita hvernig er opið? Ef ég afhenti þér þessa lykla. Ég veit það að þú veist að góður andi fylgir þessu húsi. Þú þekkir það. Því trúi ég og treysti. Já, og það er eins með starfslið allt hér í þessu ágæta ráðuneyti. Þetta er eitt af hinum virðulegustu ráðuneytum eins og þú þekkir. Sjálfsögðu. Og þó mörg séu góð. Ólafur G. Einarsson tók við yfirstjórn menntamála á Íslandi af Svaveri Gessinu og fékk í veganesti ásamt lyklunum stefnumótun í skólamálum til aldamóta eftir tal þeirra tveggja bak við luktar dyr. Fráfarandi menntamálaráðherra segir stefnumótunina jafn mikilvæga og lyklana að ráðuneytinu og mikilvægasta málaflokkin. Nýr menntamálaráðherra kveðst hlakka til að takast á við ný verkefni. Hann kveðst ekki boða neinar kollsteypur í menntamálum á fyrstu dögum í embætti eins og hann orðar það. Hann segir möguleika á einkavæðingu á sem flestum sviðum þó verða kannaða jafnt í stofnunum sem heyra undir menntamálaráðuneytið og annar staðar. Einkavæðing tel ég að eigi rétt á sér miklu víðar heldur en hefur verið. Og ég hef semsagt áhuga á að kanna það til hlítar. Eiður Guðnason er nýr umhverfisráðherra og hlakkar til að takast á við umhverfismálin að eigin sögn. Hann kveðst munu leita ráða hjá Júlíusi Sólnes, fráfarandi umhverfisráðherra. Það höfðar náttúrulega mest til mín sem er megin verkefnið hér og það er að vernda og gæta það dýrmæti sem við eigum í okkar umhverfi og íslenskri náttúru, í byggðum og óbyggðum. Í Kastljósi sem hefst klukkan rúmlega 10 í kvöld munu fréttamennirnir Gunnar E. Kvaran og Helgi Már Artúrsson ræða við Davíð Oddsson forsætisráðherra og Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra í beinni útsendingu. Og eins og framkom hjá Árna Þóri Jónssoni fréttamenni áðan þá hafa 4 þeirra 10 ráðherra sem sitja í nýrri ríkisstjórn Sjálfstæðis og Alþýðuflokks ekki verið ráðherrar áður. Þar af eru 3 sjálfstæðismenn og einn þeirra hefur ekki fyrir átt sæti á þingi. Davíð Oddsson er fæddur á Selfossi 17. janúar 1948, lögfræðingur að mennt. Hann hefur lengi starfað í Sjálfstæðisflokknum, borgarfulltrúi Reykjavík frá 1974, setið í borgarráði frá 1980 og formaður borgarstjórnarflokks Sjálfstæðismanna frá sama tíma. Davíð Oddsson hefur verið borgarstjóri Reykjavíkur frá árinu 1982, varaformaður Sjálfstæðisflokksins frá landsfundi 1989, þar til í mars á þessu ári að hann var kjörinn formaður flokksins. Frá og með deginum í dag er hann forsætisráðherra og fer auk þess með málefni Hagstofu. Halldór Blöndal er fæddur í Reykjavík 24. ágúst 1938. Halldór hefur setið á Alþingi Íslendinga sem þingmaður Norðurlandskjördæmis eystra frá árinu 1979 og verið varaformaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins síðan 1983. Hann er nú ráðherra í fyrsta sinn, landbúnaðar og samgöngumála. Ólafur Garðar Einarsson er fæddur á Siglufirði 7. dag júlímánaðar árið 1932. Ólafur var fyrst kjörinn á þing á Reyknesingum árið 1971 og hefur átt sæti á Alþingi síðan. Hann hefur síðan 1979 verið formaður þingflokks Sjálfstæðismanna og tekur nú sæti menntamálaráðherra. Af 5 ráðherrum Alþýðuflokks er aðeins einn sem ekki hefur áður setið í ráðherrastól. Eiður Svanberg Guðnason fæddist 7. nóvember 1939 í Reykjavík. Hann hefur verið þingmaður Vesturlandskjördæmis síðan 1978 og verið formaður þingflokks Alþýðuflokksins síðan 1983. Hann tekur nú sæti umhverfisráðherra. Páll Halldórsson, formaður BHMR, segist hafa fulla trú á því að nýja ríkisstjórnin komi til móts við kröfur BHMR ef marka megi fyrri orð manna. Hann segist ætla að óska eftir fundi með fjármálaráðherra í næstu viku til þess að ræða þessi mál. Nú sér hver ríkisstjórn verður þetta dæmt af sínum verkum. Fráfarandi félagshyggjustjórn, hún sveik gerðan kjarasamning, tók á okkur samningsrétt með lögum. Ýmsir af þeim sem að núna eru talsmenn þessara stjórnar mótmæltu þeim gerningi mjög á sínum tíma. Ég hef fulla ástæðu til að ætla að þeir munu reyna að koma til móts við kröfur okkar í samræmi við sín fyrir orð. Nú, ég er mjög bjartsýnn. Ég vona að þessi ríkisstjórn verði mikið gæfustjórn. Ég get ekki annað sagt. En hvað með framhald þjóðarsáttarinnar? Ég viss það að mjög mikið meirihluti Íslendinga vill framhald þeirra þjóðarsáttar
framhald þess stöðuleika sem hefur núna einkennt okkur, einkennt efnahagslífið undanfarin misseri. Ég trúi því að menn munu reyna allt sem þeir geta til þess að svo megi verða. Það hvort að þessari stjórn tekst að ná samningum við ríkisstarfsmenn og okkur við ASÍ í haust. Ég held að það ráðist óskaplega mikið af því hvort að þessari stjórn tekst að nýta sumarið næstu 3-4 mánuði til þess að vinna þannig að hún verði trúverðug í augum fólksins. Ég viss það að ef fólk sér að þessi stjórn að vinna í mikill alvöru, þá eru menn reiðubúin til þess að gangast inn á samkomulag í launamálum sem eru öllum hagstætt. Hvernig líst þér á þessa nýju ríkisstjórn? Ég nú satt að segja, þá las ég niðurstöðu kosninguna þannig að það væri almennu vilji í þjóðfélaginu fyrir því að svo ríkisstjórn sem var sæti áfram og ég harma það skildi ekki vera látið á það reyna hvort það verði að ná samstöðu það að svo ríkisstjórn héldi áfram. Það hins vegar mjög erfitt að meta þessa ríkisstjórn. Ég las stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í dag og þar í rauninni tekin upp stefna Sjálfstæðisflokksins í sjávarútvegsmálum að setja niður nefnd til þess að búa stefnuna til. Mér sýnist það eiga reyndar við fleiri málaflokka. Þar ekki orð samskiptin við svonefnda aðila vinnumarkaðarins og svo framvegis. Það hins vegar sagt að það eigi að koma með framkvæmda áætlun í haust. Þannig að mér sýnist á öllu að hvað það snertir þá verðum við að bíða haustsins. Þannig að þú getur ekki, eða hvað heldur að verði þjóðarsáttina þegar líður fram á haustið? Já, það fer auðvitað eftir því hvaða stefnumörkun verður uppi hjá ríkisstjórninni. Fyrr heldur en ríkisstjórnin hefur lagt fram einhverja stefnu verður stefnan að tæplega metin. Hvernig líst þér á þessa nýju ríkisstjórn? Já, það hefur ekki farið fram hjá mér fremur en öðrum í tengslum við myndu þessarar ríkisstjórnar hver mönnum hefur orðið tíðrætt niðurskurð og ég hefði kosið að menn hefðu talað meira að byggja upp í stað þess að rífa niður og taka niður. Í tengslum við kosningarnar eða fyrir kosningarnar þá ræddu allir stjórnmálamenn það með hvaða hætti ætti að veita kjarabótum til launafólks, veita efnahagsbatanum sem nú í þjóðfélaginu til launafólksins. Það vekur athygli mína að þarna talað lífeyrismál, að samræma lífeyrisréttindi. Ég spyr á að auka lífeyrisréttindi þeirra sem að hafa þau slök eða á að taka af þeim sem að hafa þau skárri fyrir. En varðandi þennan niðurskurð, þetta niðurskurðartal allt, að þá vil ég segja það að ef að menn hafa talið það upp úr kjörkossunum að Íslendingar vilji skerða velferðarkerfið eða skera það niður, þá vitlaust talið. Já, og það sjálfsagt og leiðrétta það sem að rangt við sögðum hér áðan að Davíð Oddsson forsætisráðherra væri fæddur á Selfossi. Það ekki rétt, hann fæddur í Reykjavík, hann bjó hins vegar á Selfossi í bernsku og þá förum við út fyrir landsteinana. Ísland og Noregur sækja aðild að Evrópubandalaginu fyrir árslok að áliti Hennings Kristoffersens, eins af varaforsetum framkvæmdastjórnar Evrópubandalagsins. Hann sagði þetta í ræðu í Washington í dag. Ólafur. Það mætti stundum halda að allir vissu betur við hvort eða hvenær við Íslendingar ætlum að ganga í Evrópubandalagið. Og má minna á það að fréttatímaritið Newsweek taldi okkur í fyrra verða meðal þjóðabandalagsins eftir nokkur ár. Í ræðu sinni fjallaði Henning Kristoffersen hlutlaus ríki í Evrópu sem nú væru að átta sig á að hlutleysisstefnan hefði ekki lengur neina þýðingu. Meðal hlutlausra ríkja eru Austurríki sem hefur sótt aðild að bandalaginu, Svíþjóð sem ætlar að sækja aðild á þessu ári og Finnland, en nýja ríkjastjórnin þar hefur gefið í skyn að hún kunni að sækja aðild á árinu. Þá nú ljóst að Svisslendingar ætla að sækja aðild. En eru þó ekki samningar evrópskt efnahagssvæði úr sögunni? All the negotiations actually deal with subjects that would have to be covered in membership negotiations in any case, so it isn't a waste of time by any means. En hver afstaða stjórnvalda í Noregi? Går man videre på medlemskap, så det et godt grunnlag for å forhandle på. Og går man ikke videre, så det absolutt nødvendig å ha en slik avtale. En hefur þessi nýja afstæða finna áhrif á skoðanir í Noregi? Det var overraskende nok, kan du si, at Sverige var tidlig ute, men at nå Finland på en måte skal ligge foran Norge, det et slikt utenrikspolitisk spørsmål, det nok uvant og overraskende, og det har sin virkning som en stimulans til debatten.
Allir stjórnmálaflokkar sem eiga menn á þingi styðja samninga evrópskt efnahagssvæði og stjórnarandstöðuflokkarnir eru á móti aðild að Evrópubandalaginu. Núverandi stjórnarflokkar útiloka hins vegar ekki aðild að Evrópubandalaginu ef Íslendingar haldi fullum yfirráðum yfir fiskimiðum og auðlindum. Að minnstakosti 1200 manns fórust og milljónir mistu heimili sín í gífurlegum hvirfilbyl sem gekk yfir Bangladesh í gær. Hörmungar ástand ríkir í strandhéruðum landsins þar sem fárviðri gekk yfir með rigningum og flóðum. Óttast að minnstakosti 1200 manns hafi farist í veðurofsanum og þúsunda enn saknað. Milljónir mistu heimili sín flóðaldan steyptist yfir og víða eru heilu borginnar undir vatni. Einna verst ástandið á eyjunum úti fyrir ströndum landsins. Þessar myndir voru teknar yfir Sittagong en þar flæddi yfir hafnir og flugvelli svo skip og flugvélar færðust á kaf. Björgunarstarf í fullum gangi og njóta hjálparsveitir aðstoðar hers og lögreglu. Samgöngur við neyðarsvæðið eru þó víða í mólum sem á fjarskipti og illa gengur að fá upplýsingar manntjón og skemmdir af völdum fárviðrisins. Begum Khalid Zia, nýkjörinn forsætisráðherra Bangladesh, farin til flóðasvæðanna en hún vildi kanna aðstæður þar með eigin augum. Þegar fárviðri var mest mældist vindhraði 230 km á klukkustund og þetta öflugusti hvirfilbylur sem gengi hefur yfir Bangladesh. Tjón hefur þó orðið mun meira af völdum hvirfilvinda og árið 1970 fórust 100.000 manns í bil sem gekk yfir á þessum slóðum. Meira en 100 manns létust og 250 slösuðust í jarðskjálftunum sem riðu yfir Sovjetlýðveldið Georgíu í gær. 5 héruð í miðvestur Georgíu urðu verst úti, þar sem 85 af 100 húsa hrundu. Það þykir mikil mildi að manntjón varð ekki meiri í skjálftunum. Georgía landbúnaðarsvæði og flestir bændur voru þá akri þegar stærsti kippurinn reiði yfir skömmu eftir hádegi að staðartíma. Skólabörn og verksmiðjufólk var því í hádegismat og flestar opinberar byggingar auðar. Hjálparsveitir hafa þó enn ekki náð til afskekktra fjallahéraða í Kákasus og því kann tala látinna að hækka. Þessar myndir voru teknar í héraðinu Ambelori en þar og í 4 öðrum héruðum í miðvestur Georgíu urðu mestar skemmdir á mannvirkjum. Þúsundir manna hafa mist heimili sín, rafmagns- og vatnsleiðslur eru rofnar og símasamband sömuleiðis. Björgunarmenn sögðust hafa komið að 7 þorpum í grennd sem litu út eins og þau höfðu horfið af yfirborði jarðar, ekkert nema rústir að sjá. Meira en 2000 manns hafa tekið þátt í hjálparstarfi, þeirra á meðal eru sovéskir hermenn en Georgía hefur sem kunnugt lýst yfir sjálfstæði frá Sovétríkjunum. Stjórnin í Kreml hefur spurt yfirvöld í Georgíu hvers konar hjálpar sé mest þörf. Stærsti skjálftinn var ríflega 7 stig á Richter eða svipaður að styrk og jarðskjálftinn sem grandaði 25.000 mönnum í nágranna lýðveldinu Armeníu í desember árið 1988. Þar hrundu heilar borgir en í norður og vestur hluta Georgíu býr fólk að mestu í afskekktum þorpum og sveitum. Hús eru almennt lægri í Georgíu og þar ekki notuð steinsteypa líkt og gert í Armeníu. Formaður Náttúruverndarráðs segir fráleitt að láta hvarfla að sér að virkja í Vatnsfirði eins og Orkubú Vestfjarða hefur látið kanna. Virkjun á því svæði kemur ekki til greina að sögn formanns Náttúruverndarráðs. Formaður Náttúruverndarráðs segir hugmyndur að virkja Vatnsdalsá í Vatnsdal á Vestfjörðum koma sér mjög á óvart. Eins og fram hefur komið í fréttum sjónvarps hefur hagkvæmni virkjunar Vatnsdalsár verið könnuð af hálfu Orkubús Vestfjarða og virðist sá kostur góður hvað hagkvæmni snertir. Formaður Náttúruverndarráðs segir slíkt ekki koma til greina þar sem friðland sé að ræða. Sömu sögur sé einnig að segja Kjálkafjörð þar sem hann á náttúruminjaskrá. Við sem sé leggjumst eindregið á móti þessum hugmyndum. Þetta friðlýst svæði og svarið við virkjunum á þessu stigi bara hreint nei. Við ætlum ekkert að draga tilbaka með þá friðlýsingu. Vatnsfjörður búinn að vera friðland í 15 ár. Að beiðni Vestfirðinga og það stefnt að því, geri ég ráð fyrir að Vatnsfjörður verði fyrr eða síðar þjóðgarður. Kjálkafjörður og Kerlingafjörður eru á náttúruminjaskrá sem að þýðir í raun og veru að það sama stefna með þá firði eins og Vatnsfjörður. Og þess eru svæði sem að hafa mjög mikið útivistargildi, ekki síst fyrir Vestfirðinga. Formaður Náttúruverndarráðs segir furðu sæta að líta þurfi fyrst til friðaðra svæða varðandi virkjun á Vestfjörðum, þar sem af nægu öðru sé að taka á því svæði.